Já, seðlabankasvindlið. Seðlabankar heimsins eru sennilega staðista svindl mannkynssögunar eða það kerfi sem í gangi í dag. Seðlabankar í dag, þeir, það ætlumst þegar að þessir G20 fundir eiga sér stað, þá halda menn að það sé verið að finna einhverjar lausnir. Það eina sem hefur verið að ræða á þessum G20 fundum að allir gjaldmiðlar heimsins hrynji jafnhratt. Dollar og evra hrynji jafnhratt niður en ekki að sé eitthvað misvægi á þessu hruni. Því allir gjaldmiðlar heimsins eru það sem kallast fiat currency eða getum kallað að fávita gjaldmiðlar eða eitthvað slíkt. Það ekkert sem stendur á bakvið þetta. Þetta í raun bara klósettpapír. Þessir gjaldmiðlar eru ekkert annað en klósettpapír. Og þið getið ímyndað ykkur ef að ég ætti seðlabanka og tæki hérna eitt blað og skrifaði síðan hérna $1 trilljón hérna sem ég búin að skrifa $1 trilljón. Hvað viltu selja mér fyrir þennan pappír? Og það svo merkilegt að seðlabankasukkið hefur komist upp með það að skrifa einhverja tölur á klósettpapír og fólk skiptir á þessu fyrir sín tíma, fyrir sín verðmæti og ég veit ekki hvað og hvað, en þetta eru bara klósettpapírar. Það meiri segja, það var einmitt upp úr 1970 eitthvað slags, þá Nixon splittaði þessu tók, þetta var þannig að það var gull sem stóð á bak við gjaldmiðlinn. Þetta var ekki klósettpapír, þetta var peningur sem var ávísun á á verðmæti sem var gull á þessum tíma. Og Íslendingar voru síðan með dollara sem sitt. Það var kannski gull á bak við dollara og dollara bak við íslenska peninga. En þetta allt saman búið. Það ekkert gull á bak við dollara lengur. Og þeir prenta rétt tæpa $1 trilljón á mánuði í Bandaríkjunum núna sem þeir bara renna klósettpapír í prentvélarnar og þessu peningur rennur allur til bankamafíunar og þess vegna svo mikilvægt og náttúrulega íslenskar krónur komast valla á klósettpapír rúllu þeir eru það lítilsvirði og svo þess vegna þurfum við að passa okkur svo vel á því þegar þessir pappírspjessar mæta til landsins og vilja kaupa til dæmis land eða vilja kaupa raunveruleg verðmæti á Íslendingum fyrir klósettpapír og þeir kannski mæta á svæði, já við viljum kaupa hérna allar virkjanir landsins, við viljum kaupa landsvirkjun, hvað kostar hún mikið? 2 trilljónir, já, ok, $2 trilljón gjör svo vel eigum við þá sem landsvirki núna en ekki þið og það þetta sem að og síðan eru kannski einhverju stjórnmálamenn að þvælast fyrir og það bara sagt, heyrðu, vilt þú ekki fá hérna 15 milljónir dollara gjör svo vel bara hérna, heyrðu, já, $15 milljónir gjör svo vel og þetta þessi eilífi matta og matadorspilið spilað, byggt á þessari hringekju og hérna eins og ég segi, 1970 þá var svona matadorinn aðeins að virka en eftir að gullstandardin var tekin af þá hefur þetta ekkert virkað og það virðist vera beint hlutfall á milli þess hvað margir háskólamenntaðir hagfræðingar ganga inn í þetta kerfi. Það virðist vera beint hlutfall á milli þess hversu mikla skítaklessur þetta kerfi fer í. Eftir sem fara fleiri hagfræðingar því stærri skítaklessur koma inn í kerfið. Og þetta kerfi fer síðan að búa til bólur. Það til dæmis verð á olíu eða segjum bara verð á hveiti
verð á hveiti á mörkuðum á að myndast af framboð og eftirspurn. En það ekkert þannig lengur í dag. Þetta bara tölvur að vesla við tölvur. Og eftir því sem þú ert nær uppsprettu tölvukerfisins, því meira getur haft áhrif á kerfið. Og þetta gert þannig, til dæmis segjum að ég vilji hækka verð á hveiti til dæmis. Þá læti tölvuna mína bara senda trilljón pantanir á einni millisekundu og 2 millisekundum seinna dregur tölvan alla pantanina tilbaka. Þannig að það eiga sér engin viðskipti stað, það gerist ekkert. En þetta þýðir að verð á hveiti fer upp eða niður. Og elitumafían, alþjóðamafían, eða seðlabankamafían, eða hvað við viljum kalla þetta lið, að þeir nýta sér þetta alveg í hástert. Og það náttúrulega ljóst að núna til dæmis mun matarverð verða keyrt upp öllu valdi, sjáum olíuverði, það ekki kreppa samt olíuverð komið upp í $100 og eitthvað dollara á tunnan. Og reyndar gull var keyrt niður núna með annarlegum hætti. Englandsbanki hendi einhverjum tonnum inn á markaðin til þess að ná því niður. En síðan berast fréttir frá eins og í Bandaríkjunum að Federal Reserve bankin þar, sem einkabanki, þetta ekki ríkisbanki, að þeir eiga að halda utan gull fyrir alls konar þjóðir, eins og Þjóðverja og Brasilíu, Íslendingar eiga nú ekkert gull nema í tónunum á sér. Og Þjóðverjar eru núna að ganga hart á Bandaríkjumenn að fá gulli tilbaka. Og Bandaríkjamenn með eitthvað svona plön, já, við borgum ykkur þetta tilbaka í áföngum á 20 árum eða eitthvað, þau eitthvað svona kjaftaði. Og þá sögðu Þjóðverjarnir að við viljum allavega að fá að koma og skoða gullið hjá okkur. Það var ekki hægt. Þessi glæpamafía sagði bara nei, þið hafið ekkert með það að gera. Og reynda var þeim boðið að kíkja í eina kompu, gullkompu. Og þeir fengi ekkert að fara inn eða velta klumpunum við en eitt líkt, þetta geta bara verið málað bull sko. Og þetta seðlabanka kjafta, þetta closet papírs matador spil að hrynja. Og hrun Lehman Brothers sem að við Íslendingar fengu nú heldur betur á kjaftin eftir að það gerðist, það var bara ein bóla sem sprakk þá, það var húsnæðisbólan. Núna eru nokkrar bólur að fara að springa. Það þessi gjaldmiðla klósettpapírsbóla, hún að fara að springa, sem þýðir að allir gjaldmiðlar heimsins munur hrynja. Til dæmis þegar verð á gulli fer upp í dollarum, þá segir það meira það að dollarinn að fara niður heldur en að gullið sé að fara upp. Gullið svona eiginlega fasti. Gull bara gull og dollarinn sveiflast eftir því. Þegar gull reiknað í dollarum. Þannig að þegar að gullverð fer upp úr öllu valdi, þá það að segja okkur að dollarinn að hrynja. Og og það eru sem sagt peningabólan að fara að springa og síðan afleiður, það eru afleiður í heiminum upp á einhverjar trilljónir dollara og allir lífeyrissjóðirnir fastir í þessu og lögreglumennir sem að berja á almenningi og halda þeim í skefjum eru svo heimskir að þeir fatt ekki að það búið að tæma lífeyrissjóðin ykkar líka, þið fáið ekkert þegar þið verið gamlir. Og og það sem sagt þessi afleiðu viðskiptabóla og síðan eru ríkisskuldabréfabóla. Hún fer að springa líka. Og það sem að við megum búast við og menn það alltaf svolítið erfitt að tímasetja, þetta svo með jarðskjálfta. Þú getur mælt spennuna í berginu en þú veist ekki nákvæmlega og svo getur sagt að nú spennan komin upp í hættumörk og það von á jarðskjálfta. En þú getur ekkert sagt nákvæmlega hvenar jarðskjálftinn verður. Og það þannig í fjármálakerfinu að spennan sem var áður en að Lehman Brothers hrundi var kannski að gefa til kynna 5 á Richter. En svo spenna sem í gangi núna á fjármálamörkuðum bendir til að það verði 10 á Richter. Og
og þess svo mikilvægt að Íslendingar verði að undirbúi sig aðeins betur heldur en þeir gerðu síðast þegar að Lehman Brothers hrundi og að við förum að taka fram fyrir hendunum á þessum seðlabankafávitum sem að eru vaðandi allt og að ráðstafa eignum orkufyrirtækjunum okkar, Landsímanum okkar og ég veit ekki hvað og að skipta því út fyrir klósepappír og það til dæmis ég tel að Íslendingar ættu að reyna að safna sér gulli reyndar hefur það ákveðin hættumerki með sér eins og Líbía áttu 150 tonna gulli áður en að Seðlabanka veldið ríðast þar inn og þetta gull allt saman horfið í dag, það veit enginn hvert það farið. Og við almenningur, við þurfum líka átt okkur á því að vera ekki að selja okkar líf fyrir klósepappír. Og við þurfum að fara að læra eins og að rækta mat, veiða fisk, að bjarga okkur sjálf. Það ekkert ríkiskerfi sem kemur og hjálpar okkur þegar allt hrunið. Og sjálfsbörga viðleitnin það besta í stöðunni. Og ég vona bara að við reyndar þessi seðlabanka öfl eru að reyna að koma heiminum í 3. heimsstyrjöldina. Og við þurfum að reyna að forðast það. Og þessna til dæmis hef ég talað fyrir því að Íslendingar segja upp stjórnmálasambandi við stríðsóðar þjóðir. Og eins og ég segi, ég vona bara að þið farið að kynna ykkur þetta betur á netinu, hvað í gangi. Og undirbúið ykkur. Safnið raunverulega verðmætum, þekking til dæmis raunverulega verðmæti. Og sérstaklega sjálfsbjörgunar viðleitni þekking. Og búist við því að bara á morgun geti allt og að koma engin meiri matarskip til Íslands, engin olía, það kemur ekkert meira til Íslands.